Komið sæl. Velkomin í seinasta þáttinn af Vaknaðu. Oh my. Ég trúi ekki að þetta sé seinasta þáttur. Nei, 11. og seinasti. 11. og seinasti. 11. og seinasti, já. Leiðilegt að þurfa að hætta. Já. Við erum báðar að fara í sitt hvor áttina. Já, núna, já. Ég er að fara austur á Eskifjörð, flytja þangað. Já, það ekki bara þangað til þú ferð, hvenær? Þangað til svona október eitthvað, þegar vertíð er búið, þá flyt ég suður. Og ég er nú bara að fara í sumarfrí, sko. Ég er bara að fara reyndar á Vestfirði, þannig að svona... Sitt hvor áttin, sko. Sitt hvor áttin. En já, hvað ætlum við að tala um? Mér langar að segja frá einu skemmtileg sem gerst við mig í vinnunni. Já, þú tel. Fyrst samt, getur við fyrst rætt aðeins um verðlaunin sem þú varst að fá. Já, endilega. Crazy! Ég var sem sagt að fá jafnréttisviðurkenningu Akureyrarbæjar og svona eiginlega hvatningarverðlaunin. Það var, þú veist, Lundarsel, leikskólinn, fékk viðurkenningu. Það er alltaf svona eitt fyrirtæki eða svona sem að fær og síðan ákváðu að gefa mér líka. Og það var ógeðslega fyndið, þetta var svo vandræðalegt að ég hélt ég ætti bara, ég sagði bara tilkynnt að ég myndi fá það og ég hélt ég ætti bara að labba upp á svið, taka á móti þeim, en nei, þeir voru með svona 20 mínútna ræðu bara mig og ég stóð bara við hliðina á sviðinu, ekki vandræðaleg, eitthvað á meðan... Hvað voru þið að segja þá? Þeir voru bara að tellja upp allt sem ég er búin að gera, ástæðuna fyrir því að ég væri að fá þessi verðlaun í rauninni. Oh my god. Og ég svona, mér fannst svo skemmtilegt að heyra það út af því bara já, ég gerði þetta og já, ég gerði þetta. Hversu sætt og gaman. Ótrúlega skemmtilegt. Og þetta hjálpa líka svo mikið með bara þú sækjum í háskóla og svona. Já. En hvað er þessi viðurkenning? Þetta er bara, þú fær bara bréf? Já, ég fæ bara bréf. Þetta er bara svona hvatningarverðlaun í rauninni, bara fyrir vel unnin störf. Geggjöð, Stefán. Ok, en talandi um jafnrétti, þá ætluðum við að tala um þessu sögu. Segðu mér frá sögunni. Ég var sem sagt að tala við eitt af fólkinu sem býr á Elliheimilinu, og ég vinn á Hlíð, Elliheimilinu Hlíð. Og út af forsetakosningunum, þá erum við mikið að tala um þennan, heitir hann ekki Guðmundur og náttúrulega Guðn okkar, minn allra besti. Og það var eitt sem var dálítið á móti Guðna. Ok. Og hann var eitthvað svona, hann reifst við eitt starfsmanninn í hádegismat og mér fannst hún fara dálítið illa að því að tala við hann um þetta. Út af því að hann var að tilkynna öllum það að hann ætlaði sko ekki að kjósa Guðna út af því hún líka svo illa við hann. Og hún bara, þú veist, út af hann situr náttúrulega í hjólastól, hún stendur svona yfir honum og er bara, ég er ekki sammála þér og þú veist, þetta bara enda þannig að hún lappar í burtu bara og svona veifar hendinni og er bara eitthvað svona, ég er ekki sammála þér. Og fer bara. Já, og vildi ekki draga þetta frekar? Nei, og þú veist, þetta endaði svo illa eitthvað og ég fór til hans, bara í samanferðin inn í herbergi að drekka kaffi og ég fyrir inn til hans og við höfum alltaf náð vel saman, alltaf náð að tala vel við hann og hann les fyrir mig ljóð sem hann samdi um þessar forsetakosningar og já, og þú veist, það var ótrúlega flott ljóð en seinasta setningin var svo svona ljót Guðna og ég segi við hann að mér þætti það ótrúlega leiðilegt út af því að mér þætti Guðni svo flottu kall og flottu forseti. Og hann spurði mig bara nú og ég settist bara við hliðina á honum, bara á mótunum og talaði bara í rosalega svona rólegri rödd. Sagði hann bara hvað mér þætti hann, þú veist, flottur út af mér fyrst hann standa vel með öllum minnihlutahópum, þú veist, konan hans verið að gera svo ótrúlega flotta hluti og hann sagði, þú veist, hann eitthvað svona, nú, jæja, ok, en mér finnst svo leiðilegt og ljót lög sem hann hleypti í gegn, leyfði að fara í gegn. Og ég spurði hann hvaða lög það væru og hann sagði að það væri 9 þungunarofslögin. Sem sagt, þungunarof að mig minnir 21. viku. Correct me if I'm wrong. Já, til annarri. Já, þetta er, þú veist, ég er ekki búin að athuga hversu nákvæmt það er. En og út af því að hann var svo hræddur það að konu myndi fara að misnota þessi lög. Já. Og ég fer bara... Misnota? Þú veist, bara henda sér í fóstureyðingu. Ok, já. Þú veist, ég veit það ekki, út af því að ég skil hann ekki og hann, þú veist, hann veit alveg bara greinilega ekki ná þetta. Nei, og þannig að ég settist bara niður og ég útskýrði fyrir honum af hverju þessi lög væru mikilvæg. Það væri engin kona sem væri komin svona langt á veg í
óléttunni sinni að fara bara, hætt við. Þú veist, konur fara á þessum tíma út af því að það eitthvað eitthvað að annarkvort. Þú veist, ef þú treystir ekki konu, ég sá þetta ekkert mann, ef þú treystir ekki konu til þess að fara í þungunarrof, hvernig ætlar að treysta henni, og vita hvenær er rétt að fara í þungunarrof og hvenær ekki, hvernig ætlar að treysta henni til að eignast barn? Einmitt. Og bara þetta alveg eins og við fengum hérna spurningu það að, og því miður getum við það ekki, að tala við ungar mæður fordóma sem þær fá. Ég var að pæla í þessu út af því að ég hef alveg haft fordóma gegn ungum mæðrum. Ég hef oft hugsað bara að þær eru ekki tilbúnar í þetta. En á sama tíma, og ég er að fá þess, átta mig á þessu bara nýlega, hvað er það mitt að segja hvenær þessi manneskja er tilbúin að eignast barn, alveg eins og hvað er það mitt að segja að þessi manneskja ætti ekki að fara í þungunarrof. Skilurðu? Ég elska að hafa spotta fordómana hjá þér. Ég greip þetta og ég var bara, ég vil stjórna mínu. Já, það þarf að gera þetta. Einmitt, ég vil stjórna mínu líkama. Ég vil ráða hvort ég eignast barn eða ekki. Væntanlega fær hún að ráða hvort hún geti eignast barn eða ekki. Þú veist, þú ert örugglega aldrei nægilega tilbúin til þess að eignast barn. Þú tekur bara ákvörðun það sjálfur og það ætti enginn að fá að stjórnast í þér með það. Og við sátum saman, ég sá henni sögur úr skiptináminu mínu, bara 16 ára stelpur óléttar sem voru bara hent út á götu, bara með barn á brjósti í tíma og sitt á hvoru þá voru þær að detta úr skólanum. Enda bara í láglauna störfum og barnið væri ekkert að fá góða vinnu og líka bara það að... Já, það megi ekki að fara í þungunarrof eða hvað? Nei, það bara ólöglegt. Og líka bara það að það var, þú veist, kona í Bandaríkjunum sem var nauðgað, hún vissi ekki hún væri ólétt, var of sein þegar hún spottaði óléttuna og komst að því að barnið væri bara með lífshættulegan sjúkdóm og myndi ekki endast mánuðinn eftir fæðingu. Þannig að hún þurfti að horfa á barnið sitt deyja. Því að það fæddist bara lamað á báðum fótum og höndum og því að það bara alveg ótrúlega leiðilegt. Og hún sagði bara að það hefði verið betra fyrir barnið mitt að, þú veist, fá að deyja strax. Henni fannst það. Og þetta er barnið hennar og fyrir hana sjálfa líka bara andlega. Og þegar ég var búin að tala við hann og útskýra þetta, hann horfði á mig og ég kvóta, stelpan mín, ég vissi ekki að þetta væri svona. Og bara, og ég bara já, og hann var bara takk fyrir að útskýra þetta svona fyrir mér. Bara núna skil ég þetta og bara hvernig veistu svona mikið þetta, bara eftir að læra þetta og ég bara nei. Hvað lærir maður svona? Já, ég er bara áhuga á þessu þannig að ég bara... En hvað lærir maður samt svona? Bara á netinu. Fólk samt í alvörunni, fólk sem er svona, ég ætla bara að segja sumt fólk, hafi ekki aðgang, eða þú veist, kunni ekki að nýta sér netið og þar af leiðandi sjá ekki svona kannski Þessa gagnrýnu hugsun sem við þurfum öll að hafa. Akkurat. Og það er eitthvað skrítið því að eins og fjölmiðlar mega ekki taka afstöðu, það er bara fjölmiðlalögum. Þú mátt ekki taka afstöðu gagnvart hinu en þessu. Þannig að þú veist, það er smá, þetta er flókið. Hvar á eldra fólki þannig að sjá þessa gagnrýnu hugsun. Já, þess vegna er svo gaman að þessi þættir eru á N4 út af því að allt gamla fólkið á Hlíð elskar N4 og maður er bara svona dálítið seleb og það var svona eitthvað að bara, heyrðu, ég þekki þig. Bara já. Sem við kannski á laugardagskvöldi. Þannig að þið sem eru að horfa á Hlíð, hæ. Shout out á ykkur. Shout out á ykkur. Nei, en mér fannst það svo gaman og ég bara þakkaði honum kærlega fyrir það. Ég sagði bara við hann, veistu það eru mjög fáir, sérstaklega á hans aldri, sem eru tilbúnir til þess að hlusta á mig sem unga stelpu. Já, allavega sem þú veist af. Já, sem ég veit af. Þú veist, og það er alltaf að nota þessa afsökun, það er erfitt að kenna gömlum hund að sitja. Já. Það er alltaf þetta, við bíðum eftir næstu kynslóð til þess að breyta heiminum, bara nei, við breytum þessu bara núna. Já. Það er ekki eins og, þú veist, heilinn er alveg til staðar. Já, hann er 70 eða 80 ára eða eitthvað, þú veist. Hann er svona í þessum flokki sem er of gamall til þess að læra innan gæsalappa. Já, sem er bara rugl. Þetta er bara rugl, hann er það ekki. Greinilega ekki allavega. Og hann var bara svo hjartanlega sammála mér í endan. Því þegar maður bara, og líka bara útskýra. Í staðinn fyrir að fara í þessi rifrildi segja þú hefur rangt fyrir þér. Já, og ég hef rétt fyrir mér. Já. Og það er það sem ótrúlega oft sem gerist, er að sko, fólk einhvern veginn bara svona dettur en gýr bara, við erum ósammála, bara
neðans ekki. Þú veist, auðvitað stundum er það bara case að sumir vilja bara ekki hlusta á skoðanir annarra og það er ekki hægt að einhvern veginn bara tala saman. En það er það sem er svo erfitt með þetta er að ef maður heyrir aldrei skoðun annarra, þá er alltaf skoðun þín svo sama. Nefnilega. Þannig að þú veist, það má alveg heyra skoðanir fólks og fræða sig hlutina og þú veist, einhvern veginn, ég veit ekki, í staðinn að segja bara þú veist, þetta er svona og ég finnst það rétt. Mér finnst líka bara, ég fekk svona smá, hvað segir maður, ég veit ekki, realization, hvað er það á íslensku? Uppgötvun. Já, ég fekk smá svona uppgötvun þegar ég var að sofa daginn og því ég var ótrúlega mikið að hugsa út í þetta og bara út í fordóma yfir höfuð, Black Lives Matter hreyfinguna og baráttuna og allt það og ég var bara svona að þú veist, mér finnst fólk, þú veist, það er svo ofta sem maður byggir skoðanir sínar á skoðunum annarra. Þú veist, byggðu skoðanir þínar á bara staðreyndum. Þú veist, bara eins og með þegar fólk heyrir bara, já, ok, feministar eru konur sem hata kalla. Það er hvergi á netinu þar sem þetta stendur sem staðreynd og þetta er það ekki. Þetta er ekki skilgreiningin á feministum. Því þetta eru bara skoðanir annarra sem þau hafa mynda út frá kannski einni manneskju sem þær hitta sem kallar sig kannski feminist og er það ekki út af því að hún getur ekki staðið undir því sem baráttan snýst Og þannig að það er svo mikilvægt að fræða sig þetta allt saman. Og þannig að bara passi ykkur, bara vil ég vinsamlegast passi ykkur að byggja skoðanir ykkar á bara solid proof hlutum. En það er samt held ég það sem er svolítið vandamálið, er kannski að þetta er ekki nógu vel kennt. Það að bæði leita sér að upplýsingum og það að ekki nógu snemma kannski. Og það að einhvern veginn bara þessi gagnrýni hugsun og bara, ég veit ekki, margt bara í samskiptum og margt varðandi jafnrétti. Og líka bara út af því að við náum ekki að breyta því strax, hvernig þetta er kennt. Við munum berjast fyrir því að þetta verði breytt, en mér finnst bara að þú veist bara, gerið það bara allir, grípið bara tækifæri og kenni ykkur bara sjálfum þá. Fyrsta skóla, eða þú veist, kerfið á Íslandi er ekki að kenna okkur þetta. Þá getum við bara gert það sjálf þangað til við náum þessari breytingu, þú veist, svo að fólk sé ekki að nota það sem allavega afsökun. Það er líka bara mikilvægt að taka samræðurnar einmitt. Að eins og þú gerðir í þessum aðstæðum þar sem að einhver þú varst ósammála, var að tala um eitthvað. Þú veist, farðu og segðu, veistu að, mér langar að ræða þetta. Já, ég settist bara niður, ég bara, veistu, ég er ósammála þér. Má ég útskýra af hverju? Það er svo vel gert að því að það er alls ekki allir sem að myndu einhvern veginn nenna innan gæsalappa að taka samræðuna. Og það er svo mikilvægt út af því að út af Black Lives Matter hreyfingunni núna, því þá er allt á Instagram hjá mér allan að springa af svona kvótum og öðru. Og þú veist, það er ekki nóg að vera anti-racist. Þú veist, út af því að fólki sem er racist, fólki sem er sexist, það er að gera hluti eins og að drepa út frá húðlit. Þú veist, það er að mismuna gegn konum, mismuna gegn karlmönnum á einn eða annan hátt. Það er svona þurfum við, þú veist, við megum ekki bara vera eitthvað svona, þú veist, ég er samt ekki svona. Svo þú leið og þau eru að gera allt þetta ef við erum bara eitthvað, ég er samt ekki svona, þú veist, við þurfum að standa á móti. Við þurfum að fræða hvort annað, við þurfum að taka baráttuna. Og þú veist, þess vegna er ekki nóg að vera bara anti-racist, þú þarft að taka þátt í þessu, þú þarft að taka ótrúlega virkan þátt til þess að við getum breytt einhverju í samfélaginu. Akkurat. Og bara þú veist, að fræða sig mér finnst það bara ótrúlega áhugavert og ég skil ekki ef að fólk það er svo auðvelt að horfa bara á þátt og sleppa því að taka ábyrgð á þér sem mannesku. Þú veist, taka ábyrgð á því að þú veist eitthvað sem einhver annar veit ekki og það að fræða aðra mannesku það. Þú veist, það er svo auðvelt að sleppa því, en það er samt svo mikilvægt til þess að við þróumst og höldum áfram af því að einmitt eins og við vorum að tala um að það er oft hæst í þeim sem eru racist og svoleiðis með einhverja svona fordóma. Sérstaklega þegar þetta eitthvað svona kerfisbundi þá þetta bara fast í kerfinu. Akkurat. Við erum aldrei að fara að breyta því nema með
að mér finnst róttækum aðgerðum, sko. Akkurat, þannig að það þarf að vera hátt í þér, bara þú veist, hverjum á einum. Nefnilega, og án þess að vera eitthvað svona tooting my own horn, en þú veist, það er eins og þú veist, ég fekk þessi verðlaun fyrir að gera hluti sem að þú veist, ég átti ekkert að gera. Þetta eru hluti sem að þú veist, ég hafði áhuga á, ég sá galla í kerfinu, í skólakerfinu á Íslandi og ég ákvað að fara að vera með fyrirlestra. Ég ákvað að tala og segja frá mínum skoðunum og bara... Og það getur hver sem gert þetta. Það getur náttúrulega hver sem gert þetta. Því sem að það er ekki verið svona, ég er bara lítil baun á Íslandi, ég er ekki að fara að breyta einhverju tengt rasisma eða sexisma, hvað segir maður? Eitthvað, veit ekki. Þú veist, bara kynþáttafordómum og öðru, sko. Þú veist, það geta, oh my god, ég vissi svo mikið íslensku. Pæli stundum í því hvort ég sé íslenskur. Ég er svo léleg að tala. En já, samt sem áður, bara þú getur gert hvað sem, eða þú veist, ef þú getur þetta, þá getur hver sem þú sem ert að hlusta að horfa eða... Já, það geta allir gert þetta. Það er svo mikið svoleiðis. Ég er svo leið þetta sé að vera búið. Já, ég líka. Þetta er leiðilegt. En við megum ekki gleyma að þakka Lemon fyrir samstarfið. Já, bara ótrúlega góði djúsar. Ekkert smá mikil meistari sem að kom bara með sko 2 mínútna fyrirvara Já, klippum að biðjum og því láta að vita að verðum fara að taka upp. Já, þetta var pínur svona semi-skyndi ákvörðun samt ekki. Já, bara mikið í gangi hjá okkur báðum. Já, alltaf mikið í gangi. Þetta er alltaf svoleiðis, oh my. Og við líka, í hverjum einasta þætti, við gleymum alltaf að drekka þetta. Þeir eru alltaf bara svona á borða. Já, en við erum svona með Nice Guy. Við erum Nice Guy frá Lemon. Frá Lemon, svo það sé á hreinu. Já. Og það er í rauninni bara ekkert annað, eða hvað? Ekkert meira hægt að segja. Við ætlum samt til þess að, þú veist, hafa þetta allt á borðunum, þá ætlum við að halda áfram með Instagramið okkar og þú veist, reyna að fræða jafnrétti og reyna svona bara gera okkar eins og við erum búin að vera að segja. Þetta eru endalokin á kannski þessum kafla. Já, þessum kafla. En þú veist, ég mun aldrei hætta, við finnum bara ný verkefni. Já, klárt mál. Til þess að halda áfram þessari baráttu í rauninni. Þannig að fylgja okkur á Instagram endilega. Já. Og kannski koma fleiri þætti. Kannski. Við sjáum til. Við verðum báðar í Reykjavík á einhverjum tímapunkti. Aldrei segja aldrei. Aldrei segja aldrei. Og líka bara, þú veist, já, fylgið podcastinu á Spotify og, þú veist, tjáið ykkur og reynið ykkar besta og sendið á okkur ef að þið þorið ekki að segja eitthvað. Eða ef þið þorið ekki að tjá ykkur eða viljið ekki eitthvað, finnst eitthvað. Þá bara getum við hjálpað og við getum komið svo framfæri. Já, mér finnst, mér langar að lokum líka benda eitt. Ég rækti henni áður að hlusta á nýjasta þáttinn að Kona er nefnd. Já. Uppáhalds podcast þáttunum mínum. Og þær eru að taka fyrir bara svartar konur núna í byrjun annarra seríu. Já. Og bara svona til þess að aðeins einblína á þær. Út af því að, ég var að hlusta á, þetta er svo að vera, ég man ekki nöfnið þeirra, þeir eru dálítið flókin. En ég bara, farið og hlusti á þessa þætti. Já. Og sérstaklega þennan þátt, því að það er ótrúlegt hvernig kerfisbundin rasismi getur haft áhrif á líf fólks. Og sérstaklega líf svartra kvenna sem verða bara rosalega undir. Þannig að já, bara þótt að við séum hættar, þá eru þær að byrja aftur. Kannski byrjum við aftur, hver veit. Já, sjáum til. Já, en í bili, þá vil ég þakka kærlega fyrir áhorfið og hlustunina. Og öll fallegu skilaboðin. Öll fallegu skilaboðin og tækifæri til þess að gera þessa þætti. Þakka N4 alveg bara milljón sinnum fyrir. Já, takk N4. Og tæknimönnunum okkar og já, klippurunum og bara Lemon. Ef að nefna, bara takk Dagný, gott verði. Takk Ári. Já, bara annars segi ég bara takk kærlega fyrir mig. Og takk fyrir mig. Þetta var Vaknaðu. Sjáumst kannski bara aðeins. Já. Kannski ekki. Bliss. Oh my god. Takk fyrir okkur.